Gott kvöld. Ný rannsókn á dómum íslenskra dómstóla sýnir að of sjaldan höfðað mál vegna kynferðisbrota gegn fötluðum þolanda. Þetta mat lektors í lögfræði. Aðeins 50 dómar hafa verið kveðnir upp þótt kynferðisbrot gagnvart fötluðu fólki séu talin margfalt algengari en gegn ófötluðu fólki. Fréttastofa hefur að undanförnum fjallað kynferðisbrot gagnvart fólki með fötlun og hversu erfitt það getur reynst að tryggja réttaröryggi þess. Í nýrri dómarannsókn sem Svala Ísfeld Ólafsdóttir, lektor í lögfræði, gerði ásamt Vigdísi Gunnarsdóttur voru skoðaðir allir hæstaréttardómar frá 1920 og allir héraðsdómar frá árinu 1991. Fyrir þann tíma féllu sárafáir kynferðisbrotadómar í héraði. Alls voru kveðnir upp 50 dómar á tímabilinu. Í 37 tilvikum var sakfellt, en brotaþolar voru fleiri en einn í nokkrum málanna. Börn voru brotaþolar í nærri helmingi tilvika. Þá var mun oftar brotið gegn konum en körlum, eða í 78% tilvika. Gerendur í málunum sem rannsóknin náði til voru allir karlar. Meðalaldur þeirra var rúm 42 ár, en 20% mannanna voru yfir 60. Rannsökuð voru tengsl gerenda og brotaþola. Í yfir 65% tilvika tengdist gerandi brotaþola fjölskylduböndum. Hann sá umönnun hans eða var vinur eða kunningi brotaþola. Rannsóknin leiddi í ljós að í yfir helmingi tilvika voru brotin framin á heimili eða í bifreið geranda. Flest brotin gerðust einu sinni, en í 12% tilvika stóðu brot yfir ekki 1 ár, í 20% tilvika í 1 til 3 ár og í 5% tilvika í 5 ár. Nokkur dæmi voru misnotkun til lengri tíma. Eðli brota var rannsakað, en ekki verður farið ítarlega í þau hér, en í yfir helmingi tilvika var brotaþoli þvingaður til samfara. Misnotkunin komst oftast upp með því að brotaþolinn tjáði ættingja frá brotum. Því næst var algengast að félagsmálayfirvöld, skólayfirvöld eða umönnunaraðilar tilkynntu misnotkunina. Einungis í 12% tilvika tilkynnti hinn fatlaði einstaklingur brotið til lögreglu. Rannsóknir benda til þess að fjöldi kæra endurspegli alls ekki fjölda brota. Í rannsókn Svölu og Vigdísar kemur fram að flestar erlendar rannsóknir sýni að hættan á að fatlað barn verði fyrir misnotkun sé 2 til 3 sinnum meiri en hjá ófötluðum börnum. Þá bendi erlendar rannsóknir til þess að einungis sé kært í 1 af hverju 30 tilvikum þar sem að ræða kynferðisbrot gagnvart fötluðum einstaklingi. Hjá ófötluðum sé hins vegar 5. hvert kynferðisbrot kært. Hvað segir þessi rannsókn okkur? Já, ég held hún staðfesti og sýni enn einu sinni að kærð brot, kynferðisbrot, eru afar fágæt miðað við þann raunveruleika sem blasir við okkur. Það að segja, tíðni þessara brota er miklu meiri heldur nokkuð tíman opinberar tölur sína. Það sem einkennir þessi brot er að þau eru framkvæmd og framin af einstaklingum sem að þolendurnir þekkja og treysta og eru í trúnaðarsambandi við. Það er í raun og veru stærsti vandinn ef við getum sagt sem svo í þessum brotaflokki og leiðir oftast til þess að þau eru ekki kærð. Einar, þarna verður að skoða tölfræðina aftur í tíman, en hefur eitthvað verið gert til að bæta úr? Ja, við sjáum þróun í þessum málum bara á síðustu árum. Yfir helmingur hæstaréttardómanna fellur eftir árið 2001 og tæplega helmingur héraðsdómanna fellur á árunum 2006 til 2011. Meðal annars í kjölfar lagabreitinga og það hafa verið ýmsar réttarbætur. Réttindagæslumenn starfa núna víðsvegar landið, en Freyja Haraldsdóttir sem hefur barist fyrir réttindum fatlaðra víða, hún vill gera betur og tryggja öryggi fatlaðs fólks og réttindi þeirra betur en nú gert. Árið 2011 voru sett lög réttindagæslu fyrir fatlað fólk. 8 starfsmenn í 5 stöðugildum allt land eru fötluðu fólki innan handar við réttindagæslu hvers konar. Réttindagæslumönnum ætlað að taka sér ávallt stöðu með hinum fatlaða þegar brotið á honum og koma málum í réttan farveg. Freyja Haraldsdóttir vill efla kerfið. Það mikilvægt að þeir sem starfa í þessu hafi þekkingu á lögum og réttindum fólks, mannréttindasamningum og skilji raunverulega alveg hvernig það allt saman virkar og hafi líka umboð til þess að hafa virkilega eitthvað það að segja hvernig málið fer, ekki bara geta haft áhrif og komið ábendingar og þrýst, heldur að ákvarðanir þeirra hafi eitthvað meira að segja þau mál sem koma til þeirra. Forsvarsmaður réttindavaktarinnar segir að réttindagæslukerfið hafi reynst vel þó álagið sé mikið. Við þurftum að íhuga hvort að þyrfti að bæta í, hvort að þyrfti kannski fleiri stöðugildi
En þetta kannski ekki óskastundin í fjármálum, þannig séð. Freyja segir að hún gerir fremur ráð fyrir því að fatlað fólk sem hún hitti hafi orðið fyrir ofbeldi af einhverju tagi. Fatlað fólk mjög vant því að það kannski ekki alltaf komið vel fram með það. Það vant því að hafa lítil völd yfir sínu lífi. Það vant því að vera ofurselt kerfinu yfir höfuð sem gerir það verkum að það verður mjög ónæmt fyrir því ef það verið að brjóta á rétti þess, hvort sem það varðandi skerðingu þjónustu eða eitthvað svona beint ofbeldi. Stígamót auglýstu á dögunum eftir starfskrafti til að stýra átaksverkefni sem verður beint að fötluðum þolendum. Það leitar til okkar fólk sem á við alls konar fatlanir að stríða en það sama hvernig við reiknum, það kemur alltaf í ljós að færri af þessum hópum koma til okkar en ættu að gera það. Færri miðað við þá sem ekki eru fatlaðir. Þannig að það alveg augljóst að þarna þarf að gera mikið átak.